Góðan daginn gott fólk og verið velkomin í þennan þátt Taiwan. Ég þreyttur en ég komin til Taiwan og við fjölskyldan líka. Af hverju ég þreyttur? Já, það var langt ferðalag. Við tókum flug, 4 tíma flug frá Sapporo alla leið til Taiwan, til Taipei. Síðan tókum við lest í svona hálftíma frá flugvellinum hingað inn í miðborg og loks taxa, leigubíl að hótelinu. Ég var farin að sofa svona 2-leytið og síðan vaknaði Emir klukkan 7. Þannig að þetta er einhverjir 5 tímar, góðir 5 tímar. Ég ætlaði að sofa lengur en þá kom stærsti jarðskjálfti sem ég hef upplifað. Ég vissi ekki að það eru jarðskjálftar í Taiwan en það er vissulega svo. Taiwan er náttúrulega ekki langt frá Japan. Þannig að þetta er á svokölluðum eldhring hérna, allt staðsett. Ég hélt myndum deyja. Það er bara ástæðan fyrir því að jarðskjálftinn var svona svakalegur er að því að við erum á 29. hæð og já, þetta herbyggi kastaðist bara til og frá. En blessunarlega þá erum við á lífi. Blessunarlega þá var þetta ekki kínversk innrás og Taiwan ferðalagið hefst. Hér er annar skjálfti. Þetta er ekki þægilegt sko. En þessi er miklu minni heldur en sá fyrri. Ég ætla hann að vakna þér. Jæja, við erum á lífi. Ég var þarna uppi. Ég var svona hérna þegar jarðskjálftinn kom. Það var ekki mjög notalegt. Þetta var víst stærsti jarðskjálfti í Taiwan í 25 ár. Það er morgunmatur. Þetta er mjög flott hoff. Þetta var flott hof, en fyrir mína parta þá er arkitektúrinn eiginlega meira spennandi. Húsin hérna eru allt öðruvísi en húsin í Japan og í raun allt öðruvísi en húsin sem ég hef bara séð áður. Ég veit ekki alveg hvað það er. Liturinn, gráefnið, það eru múrsteinar, það eru plöntur utan á húsinu. Þetta er mjög cool. Very
Við erum að fara að fá okkur hádegismat. Það er 2. ágúst, nei, 2. apríl og það er drullu heitt. Það er svona 26 gráður og rosalegur raki. Þannig að við erum fáklædd en samt sveitt. Ég get ekki hægt að taka upp. Mér finnst umhverfið hérna svo sérstakt og arkitektúrin.でもめっちゃ辛いよ。気をつけて。はい。すごい辛いよ。大丈夫、ステファン。Hér erum við komin til Ximending sem er fyrsta göngukverfi í Tævan. Þetta var byggt af Japanum á sínum tíma. Það er að segja þegar Japanir hertóku Tævan og var þá einhvers konar skemmtanahverfi en er núna túristakverfi mikið. Ég er búinn að borða mig gat. Ég er búinn að borða 2 fullar skálar af hrísgrjónum og núðlum og mér skilst að við séum að fara að borða meira. Hæ gamli, nú skulum við tala við fólkið. Ekki svona, bara halda haus. Gott fólk, ég er þreyttur, Emir er ekki svo þreyttur. En þetta var dagur 1, við erum búin að borða nóg og við ætlum mögulega að borða kvöldmat á eftir en ég hugsa að ég færi bara að slaka á. Það er sundlaug hérna á hótelinu. Ef maður þorir að vera hérna á hótelinu mikið lengur. Þessi jarðskjálfti í morgun var svona svolítið mikið af hinu góða, full mikið af hinu góða. En við erum búin að gera ýmislegt í dag. Við eins og ég segi, það er bara mjög góð matur og allt það, en arkitektúrin, það er svona aðalmálið, að skoða bara þessar byggingar, skoða alla litina og áferðina og allt þetta. Það er svona það sem er skemmtilegast, Það eru 4 dagar eftir í... Góðan daginn. Góðan daginn. Það eru 4 dagar... Ha? Hvert í jarðskjálfta? Nú kemur hérna símtal. Það eru 4 dagar eftir í Tævan og það verður gaman. 7.5. Þetta var dagur 1. Það er dagur 2 í Tævan, í Taipei. Engin jarðskjálfti í morgun. Það eru góða fréttir. Ég er með 2 markmið fyrir þessa ferð. Númer 1, að borða mjög mikið. Númer 2,
að safna í Liam Gallagher hárgreiðslu. Og þessi tvö markmið eru samtengd. Fyrir hárið að vaxa þá þarf ég að borða mikið, þannig að við ætlum að byrja á því að fá okkur morgunmat. Hér er rosalega langt nafn á skóla. The Affiliated Preschool of the Experimental Elementary School of University of Taipei. Það gott fólk, næst það Chiang Kai-shek Memorial Square eða minnisvarðin, minnistorkið Chiang Kai-shek. Sko, ég ætla að segja ykkur frá þessu án þess að googla það, þannig að við skulum sjá hvað ég man mikið, hvað ég kann mikið í tævanskri sögu. Ef við minnir rétt, þá voru Japanir að hertaka Tævan frá 1895 til 1945. Síðan, ekkert síðan, en fyrir þann tíma þá er stríð í Kína, það hefst borgarastyrjöld í Kína, þar sem að þjóðernissinnar berjast gegn kommunistum. Ég held að kínverski kommunistaflokkurinn hafi verið stofnaður, átti hann ekki afmæli daginn? Ég held að hann verið stofnaður 1935 eða eitthvað, ég man það ekki. Allavega, eftir seinni heimsstyrjöldina þá klárast þetta stríð, kommunistaflokkurinn vinnur í Kína og þjóðernissinnar flýja yfir til Tævan og stofna lýðveldið Kína eða Republic of China og þar fremstur í flokki er Chiang Kai-shek sem var herforingi í stríðinu við kommunista og leiðtogi Tævana. Og þetta er minnisvarði hann. Ég held að þetta sé rétt. Ef ekki þá leiðrétti það, en sko þetta er líklega einn flottasti staður sem ég hef komið á. Hér fyrir aftan mig er þjóðleikhúsið í Tævan. Hér er Liberty Arts eða þýðing kemur hérna. Hér er sko National Concert Hall, þannig að það er sko tónleikahúsið, þjóðleikahúsið og hér er minnisvarðin Chiang Kai-shek. Þetta er rosalegt torg og það er rosalega heitt hérna og það er rosalega bjart hérna, þess vegna er ég með gleraugu því ég sé ekki neitt. En þetta er rosa flott. Nú er ég aðeins búinn að lesa mig til þessa minningarhöll, Memorial Hall, þennan minnisvarða. Það eru 89 tröppur sem leiða mig upp að minnisvarðanum sjálfum. Ein trappa fyrir hvert ár sem hann var á lífi, hann varð 89 ára. Chiang Kai-shek dó 1975, ég held bara af náttúrulegum orsökum og þessi minnisvarði, hann er litaður tveimur litum, hvítur og blár sem eru einkennislitir sko Kuomintang sem er pólitíski flokkurinn, sem er stjórnmálaflokkurinn og vantarlega, herflokkur líka
sem er flokkurinn sem hann leiddi. Og hafandi sagt það, þá er ég alveg að verða komin upp allar 89 tröppurnar. Við erum komin hérna á næturmarkað, ég veit ekki hvað hann heitir, en hann hérna í miðborg Taipei og við erum að borða alls konar. Ég var að borða villisvín, pulsu og spjót, þetta er mjög gott.
En það mikið af fólki og mikið af vespum hérna. Og ég líka að passa upp á það að vera ekki fyrir ræningum, vasaþjófum. Þannig að það nóg að gerast og nóg að vera hér. Smaka. Mjög gott. Svakalega gott. Thank you, Jæja, það stinky tofu. Við löbbuðum fram hjá þessu áðan og ég held þetta væri holræsið, en þetta var ekki holræsið, þetta var bara hérna tofu-réttur. Þetta lyktar svolítið eins og sterkur ostur. Prófum. Bragðast miklu betur en það lyktar. Það er bara lyktin sem er vond. Bragðið er gott. Smaka. Hvað gerist? Kóríander. Kóríander inn í pannuköku. Í pönnuköku? Já. Og ís. Og gott? Kóríander og ís. Já. Inn í pannuköku. Mjög gott. Mjög gott. Dagur 2. Byrjaði vel, við fórum á, hvað gerðum við í morgun? Við fórum og borðum morgunmat, sem fórum við á Chiang Kai-shek minnisvarðan, sáum hersýningu, minnisvarðaverði, skiptum vörð, það var flott, síðan byrjaði að rigna og
Rigndi alveg frekar mikið. Mig grunar að regntímabilið sé að byrja núna í apríl. Það er svona svipað á í Japan, aðeins seinna í Japan, kannski maí. En það kemur Emir. Síðan fórum við upp á hótel að chilla, svo fórum við á kvöldmarkað, næturmarkað. Það var gaman. En nú er ég búinn að vera í Tævan í 2 ár. Ég get ekki talað sko. 2 daga og samanborið við Japan er Tævan bara allt öðruvísi. Í fyrsta lagi þá er eins og sé miklu meira líf og fjör hérna. Hér er allir út á götum. Hér er bara, þú veist, ungir sem aldnir út á götum að chilla, að fá sér eina sígarettu, drekka bjór og borða götumat, skilurðu. Margir vantarlega heimilislausir líka, örugglega, en svona, maður sér ekki hvor er hvað, sko, því að það eru bara allir einhvern veginn saman að chilla út á götu. Og það er mikil orka hérna, það er mjög mikil orka, allir á vespum, það er mikil hávaði, þú veist, svo kemur svona reykur af einhverju matseld hér og þar og fólk að öskra og kalla og samanborið, eins og ég segi, samanborið við Japan, þá er þetta bara svona, orku sprengja, sko, Tævan. Þannig að það er mjög gaman í Tævan. Einn þumall og 3 stjörnur. 往基隆方向的旅客，请在七堵站换车。Next stop, Chidu. Passengers for Keelung, please transfer at Chidu Station. Góðan daginn, eða Ni Hao. Það er dagur 3 í Tævan, við erum komin hérna upp í fjöllin. Þetta heitir Hwatang, held ég. Þetta er hérna kattaþorp, eða bara þorp hérna upp í fjöllum, þar sem eru kettir. Tókum lest frá Taipei, cirka klukkutími. Það er svona skýjað og smá rigning, en annars bara notalegt. Við ætlum að borða eitthvað gott og sjá hvort við finnum ketti.结扎的会剪耳朵，可是它流血。它边有点流血。打架。Er ég að ná Liam Gallagher? Sko, það er fáránlegt að vera að taka þetta svona seint í vídeóinu, í myndbandinu. En smá upplýsingar Tævan. Þetta er lítið land, lítil eyja. Hún er cirka 1/3 af Íslandi að stærð, það er að segja 36.000 ferkílómetrar. En mjög þéttbýl. Kannski ekki þéttbýl, það er að segja byggðin er ekki mjög dreifð. En þar sem fólk býr er mjög þéttbýlt. Af því að það eru 23 milljónir sem búa hérna í Tævan. Þetta heitir sko lýðveldið Kína. Og hitt Kína heitir alþýðulýðveldið Kína. Þannig að þetta er ruglingslegt, þess vegna er þetta oft kallað bara Tævan. Hvað meira? Hér er töluð mandarín, kínverska. Ég kann svona 2-3 setningar í því, ekki mikið meira. Jú, og svo er stærstur hluti landsins fjalllendi, það er að segja skógi vaxið fjalllendi og mikill hluti landsins eru óbyggðir. Það er svona mjög erfitt að komast á ýmsa staði og þorp og annað slíkt. Þannig að þetta er svona, já, þetta er hérna mikið virki, þessi eyja. Shit.
美味しいこれなんかめっちゃ綺麗なスープ。でも好きだと思うこれ。落ちるから気をつけてね。Þá erum við búin að borða eitt hvað, núðlur, kjöt, maður veit aldrei hvað þetta er sko. Það náttúrulega eru engir enskir matseðlar og það eru mjög fáir hér sem tala ensku, þannig að maður er bara að gíska svolítið. En það er allt í lagi, ég er aðlæta. Samanborið við Japan þá er rosalegt kaos í Tævan. Hraðinn er mikill, hávaðinn er mikill, en það er líka orka fólkin í því, líf og fjör eins og ég sagði í gær. Maður þarf bara að vera svolítið léttur á sér og tilbúinn að taka því. En fyrir fólk sem vill hafa það rólegt og huggulegt, þá veit ég ekki hvort Tævan sé rétti staðurinn. Dagur 4, við erum komin hérna á aðallestastöðuna í Taipei. Þetta er síðasti dagurinn. Gærdagurinn var stuttur, eða svona, við fórum hérna í kattaþorpið upp í fjöllum og svo tókum við lestina heim. Eftir það vorum við svo þreytt að við vorum eiginlega bara að chilla upp á hóteli, fórum reyndar og fengum okkur dumplings sem mig vantar gott íslenskt orð fyrir, kannski deigbolta eða súpukúlur eða eitthvað. En það var gott. Hér í kringum aðallestarstöðina held ég að við sem að tala um aðeins svona nýrri hluta borgarinnar, kannski háhýsi, kannski fjármálahverfi, þið vitið. Við erum í hverfi sem heitir Wanghua og virðist vera mjög gamalt, að mikið af gömlum húsum, mikið af gömlu fólki. Þannig að við erum komin hérna á Taipei í það sem ég held að sé miðborgin, sjá hvort að borgin sé öðruvísi hér. Það er ekkert fjármálahverfi fundið enn. Þetta er enn bara svona mikið af litlum strætum og litlum shoppum. Kannski er engin fjármál í Tævan, ég veit ekki. Ég er samt bara að grínast. Ég er ekkert að leita að neinu fjármálahverfi. Það skiptir ekki svo miklu máli. Við erum vön Tókjó. Þar er nóg af háhýsum og sterílum steinsteypubyggingum. Hér er miklu skemmtilegra að koma bara á okkur að litla götumarkaði. Við erum einmitt komin á einn, ég man ekki hvað hann heitir, en hér er þetta að fá alls konar gott að borða. Sherinn er að leita að antík munum til að kaupa. Og svo erum við reynda komin nokkuð nálægt ánni í Taipei sem mig langar mikið að sjá. Stór og mikil á sem rennur í gegnum borgina. Þannig að við skulum sjá hvað við finnum.
食べてるね。Hvernig er? Ógeðslega gott. Nei. Hvernig smakast? Rjómandi gott. Ég veit ekki hvort það séu bara staðirnir sem við erum að vinna með eða hvort að maturinn sé almennt svona í Tævan. En það er ekki mikið af sterkum mat. Þetta er aðalega sætt og salt sem er svolítið svipað á japanskum matur. Ég myndi segja að maturinn hér sé mjög góður en ég væri til að prófa eitthvað nýtt. Hvort maður þurfa að fara í önnur hverfi eða á aðra staði, ég veit það ekki.是道混乱东北平洋，光明是和平东关，做开百姓安美目标。我个安美我是无当年，大人啊！东边大林，请留步，请留步啊！好聊天。Við erum komin hérna að Tamsui ánni sem rennur í gegnum Taipei. Það er eins og sé ykkur hátíð í gangi. Það er brúðleikhús, básar, bjór, matur, happdrætti, alls konar. Það er góð stemming hérna. Er gaman? Gaman, Emil. Nei. Gaman fyrir Emil. Æ, gott fólk. Þá fer þessari Tævan ferð að ljúka. Ég veit ekki hvort það sé af því að ég er komin yfir þrítugt eða af því að við erum með 5 mánaða eða af því að í Tævan tala allir mandarín og ég tala ekki mandarín. Ég veit ekki hver ástæðan er, kannski er þetta allt þetta saman, en ég er mjög þreyttur. Ég er eiginlega bara, ég held ég hafi aldrei verið jafn þreyttur í lífi mínu eins og núna. Tævan er land, sumir segja hérað, aðrir segja land, sem býður upp á alls konar. Ég myndi líka þessu við frumskóg. Það er alls konar hægt að finna, en þetta er ekki auðvelt land. Það talar engir ensku, eða mjög fáir. Það er eiginlega engir enskir matseðlar. Það eru mjög fáir veitingastaðir. Við fundum reyndar einn veitingastað í kvöld og fengum svona heitan pott með andarsúpu, það var mjög gott. En annars eru mjög fáir veitingastæðir hérna. Þú veist, það er bara einhvern veginn, það eru þröng stræti, mikið af vespum, mikill hávaði, þetta er frekar erfitt sko. Þetta er miklu erfiðara heldur en í Japan. En sumum finnst það spennandi, mér fannst það skemmtilegt og áhugavert. 4 dagar í Tævan, eða 5 dagar, 4 nætur. Ég held að þetta sé komið gott. Og þess vegna kveðjum við hér frá Taipei. Og ég myndi segja ef ég fer aftur til Tævan, þá myndi ég vilja skoða austurströndina sem á að vera mjög falleg og ég myndi vilja fara í gönguferðir þar. En ég kann ekki að segja blessa á kínversku, þannig við veifum bara höndum. Takk fyrir að horfa og við sjáumst og heyrumst í næsta þætti.